Hérna módelið þá komið. Ég er búinn að setja glerfíber á allt og það orðið glansandi fínt. Ég er líka búinn að setja epoxy hérna inn í. Ég er búinn að festa hornin á og hérna hæðastýrið, stélflöturinn og vængurinn. Það næsta sem maður liggur fyrir núna að taka opna allt sem maður þarf að opna, eins og til dæmis hérna, þar sem að lokið á að koma, kemur hérna á. Á vængnum eru þessi göt hér fyrir servosnúrurnar, götin fyrir boltana og ef við skoðum hinum megin þá eru hérna lúgur og þessi rauf hér fyrir hjólastelið. Þetta þarf ég alltaf að opna og ég ætla að pússa þetta bara smá. Það er engin ástæða til þess að vera að reyna að fínpússa þetta vegna þess að það er engin leið að sjá hvort að þetta er slétt. Þetta er alveg ótrúlegt. Maður skoðar þetta fram og tilbaka, finnst það að vera ofsalega slétt og fínt og fallegt og svo kemur ljós að það er það bara ekkert. Það sér maður hins vegar ekki fyrir maður grunnar og ég þarf að fara niður í bæ og ná mér í einhvern fallegan grunn til þess að sprauta á þetta til þess að geta pússað það slétt. En ég ætla að opna þessar lúgur. Það er ágætis ráð þegar maður er að glerja svona að taka ekki glerfíberinn frá þar sem að eru göt, eins og til dæmis hér. Heldur leyfa honum að sitja og meira segja láta epoxíið fara út á. Þá fær maður mjög góða viðlóðun á kantana. Nú getur maður annað tveggja nota sandpappír eða hníf til þess að losa þetta. Ef maður fer með sandpappírinn á þetta, þá pússar hann niður að kantonum þar sem maður ætlar að losa þetta. Hérna í horninu er ekkert mjög gott að nota sandpappírinn, þannig að þá tek ég mér svona hníf og sker að þessu. En vegna þess að það er ekki víst að hnífurinn fylgi alveg brúninni, þá var ágætt að reyna að fara með sandpappírinn á þetta líka.
Svona. Nú vona ég að lúan hérna passi í þetta. Hún er verulega þröng, þannig að það er ljóst að ég þarf að pússa smá. En þetta ætlar alveg að gera sig. Nú spurning bara hvort ég næ núr aftur. Já, það gerum nú. Það er að pússa aðeins af þessu hér og eins hér af, slétta þetta til þannig að þetta passi ofan í. Nú ætlum ég að taka götin í vænginn. Þessi göt hérna voru gerð með svona spaðabor, nei segja þarna þrepabor, og það er ágætt að stinga í gegn með honum og láta hann svo vinna sig niður. Vegna þess hvernig þrepaborinn er gerður, að þá býr hann til mjög fallega brún hérna sé ykkur megin. Boltarnir koma hér í gegn og hérna er best að taka bara gat með hnífblaði. Sömu götin hérna hinum megin. Það er bara að skera í þau með hníf. Til þess að gera þau slétt og fín, þá er ágætt að nota svona rúmþjöl. Svona. Þessar raufar eru auðveldar. Maður bara rennir hnífnum eftir brúninni. Þá fær maður upp svona fallegt glerfíberblað. Og síðan er það þessi göt hér, eða hólf. Þetta er síðan lokið sem á að koma hér og ný. Það byrjar bara því að skera þetta úr. Síðan lætur maður lokið passa. Svo þarf ég að pússa aðeins innan úr þessu til þess að lokið komist ofan í. En það næsta sem að hugsanlega þarf að gera er að laga til áberandi misfellur. Og hér er ein, það er stærðar dropi sem hefur komið. Og þetta gerum við bara með grófum sandpapír. Hérna er 100 pappír og 1000 kubbur. Nú er aðalmálið að passa sig að fara ekki gegnum glerfíberinn. Ég vil að skilja eitthvað aðeins eftir af misfellunni. Því að síðan pússum við þetta mikið betur með fínum pappír eftir að búið að grunna þetta.